Já, sæl verið öll sömul. Eyjólfur Guðmundsson rektor hér. Þetta ársfundur Háskólans á Akureyri sem að lögum samkvæmt skal halda á hverju ári til að fara yfir annars vegar fjárhagslega stöðu skólans og hins vegar stefnu skólans og horfur í málefnum skólans. Svo höfum við alltaf ákveðið að gera eitthvað skemmtilegt líka og það verður hér samkvæmt dagskrá. En við þurfum fundarstjóra og ég tilnefni Guðmund Ævar Oddsson, prófessor Guðmund Ævar Oddsson, sem fundarstjóra. Ef það eitthvað sem mótmælir því, þá bara samþykkjum við lóftæki og gefum honum orðið, gjörðu þetta vel. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Herðu, góðu gestir, við erum hjartanlega velkomin á ársfund Háskólans á Akureyri fyrir starfsárið 2023. Það biður að slökkva á farsímunum ykkar. Herðu, ég heiti semst Guðmundur Ævar Oddsson, ætla að kalla það Gummi og mun sem stýra þessum fundi. Ég ætla að vekja athygli á því að við streymum þessum fundi, auk þess að hann verður tekinn upp og verður semst aðgengilegur á YouTube-rás Háskólans fljótlega. Þannig að ef þið viljið horfa á þetta aftur og þá getið þið færið þangað inn. En semst að dagskrá fundarins með svona frekar hefðbundnu sniði. Við semst hefjum fundin á því að Helga María Pétursdóttir, forstöðumaður fjármála og greiningar fer yfir ársreikning Háskólans á Akureyri fyrir árið 2023 og því næst verður annáll, svona leikandi léttur annáll fyrir árið 2023, sýndur hérna á skjánum. Ef ég maður rétt á byrjuð á þessu í fyrra og þetta gaf góða raun þannig að þetta verður gert aftur í ár. Að annál loknum mun sem sagt Eyjólfur Guðmundsson, rektor, flytja okkur erindið staðan, stefnur og straumar og eftir erindið verður sem sagt boðið upp á spurningar úr sal sem sagt efni ársreikningsins og erindi rektors. Og þeir sem að hafa spurningar sem að eru sem sagt á Zoom, að þeir bara skrifið inn spurningarnar eitthvað þar og þær verða bornar upp af mér líka til. Annars bara köstu við hérna á milli okkar teningunum okkar góða. En sem sagt í kjölfarið að þá verða tvær örkynningar sem verða nánar kynntar þegar þar að kemur og svo lýkur formlegri dagskrár með því að starfsfólk háskólans verður heiðrað. Og að lokinni dagskrá verður móttaka hérna í miðborg með léttum veitingum. Að þessu sögðu þá bara segi ég ársfund Háskólans á Akureyri settan og býð Helgu Maríu Pétursdóttur, forstöðumann fjármála og greiningar í pontu. Já, ég ætla rétt að fara hérna yfir ársreikning fyrir árið 2023 og svona helstu verkefni sem eru framundan hjá okkur. Og afkoma ársins 2023 var neikvæð tæpar 95 milljónir og eins og við sjáum þarna og það hljómar mjög mikið en er samt sem áður innan við 2% af heildarveltu skólans og við áætluðum afkomuna í árslok við áætlum neikvæða afkomu í árslok 29 milljónir. Þannig að tapið var 66 milljónum meira en við áætluðum. Og helsta skýringin á þessu öryggisbresturinn. Og þegar ríkið hafði komið til móts við okkur þá var heildartapið á bilinu 8 til 13 milljónir. Og eins hækkaði húsalega töluvert meira en við áætluðum með 22 milljónir. Og heildarveltan jókst 11% og heildargjöldin jukust 14%. Og ef við förum rétt yfir samsetningu tekna og gjalda þá sjáum við að framlag ríkisins 80% af heildartekjum. Innritunargjöldin sem eru aðrar tekjur eru 5%, seld þjónusta 8% og annað 10%. Og ef við rennum yfir gjöldin að þá sjáum við að laun og launatengd gjöld 67% af heildargjöldum, annar rekstrarkostnaður 28% og aðrir liðir 5%. Og já. Og hérna sjáum við nánari sundurliðun og rekstrarkostnaði. Annar rekstrarkostnaður jókst 18,5% á milli ára. En þessi liðir eru nánast eins á milli ára sem hlutfall af heildarkostnaði. Og húsnæði nánast helmingur af öðrum rekstrarkostnaði 45% og þetta aðalega húsaleigan. Aðkeypt þjónusta 39%, þetta eru hugbúnaðarleyfi og sérfræðiþjónusta og ferðir og fundir 8%.
og já, rekstrarvörur og aðrir liðir 8% líka. Og hér má sjá efnahagsreikningin og þrátt fyrir að tapið sé ekki stór hluti af veltunni þá sjáum við hérna eigið fé komið niður í 159 milljónir. Og það alveg viðunandi staða en við þolum samt sem áður ekki nein veruleg áföll. Og eignarhlutir í öðrum félögum, þetta eru hlutir í þekkingaverði og R-Háneti. Tengdir aðilar þarna eru meðal annars viðskiptareikningur okkar við ríkissjóð og handbært fé áramót var þokkalegt en ég hef samt þurft að biðja fjársýsluna 170 milljónir frá áramótum til að borga það sem þarf og staðan lagast yfirleitt þegar að líða tekur á árið og okkur fara til dæmis að berast innritunargjöld. Og ég minni bara á að ásreikningurinn okkar hann birtist á vef ríkisins. Já, svona verkefni framundan í okkur. Stjórnendur í stoð og stjórnsýslu og stjórnendur á fræðasviðum, þeir hafa síðustu ár haft aðgang að fjárhagsskýrslum sinna eininga og fjármálasviðið sér að kenna á Orra og undirkerfin sem Orrin hýsir og það hefur gengið mjög vel. Og sú kennsla mun halda áfram í haust með tilkomu nýrra deildarforseta. Og við teljum að þetta sé svona hluti af gagnsæi í daglegum rekstri skólans. Síðan það nýja reiknilíkan ráðuneytisins sem kallar á frekari þróun á okkar deililíkani, þar sem áhersluþættir hafa breyst. Og til dæmis munu rannsóknir gefa tekjur samkvæmt reiknilíkaninu og þar þurfum við að bæta okkur. Já, fleiri verkefni framundan. Vinna við að bæta upplýsingamiðlun til rannsakenda stöðu rannsókna verkefna hefur dregist en vinnan hefur gengið mjög vel undanfarið. Og við sendum til dæmis í morgun svona pröfu af svona síðu þar sem rannsakendur sjá hreyfingar og geta kommenta á og unnið þetta frekar með Kristínu og Stefáni. Skipulag kennslu hjá okkur hefur byggt á skólaárinu á meðan að önnur starfsemi skólans byggir á almanaksárinu og þetta hefur valdið ýmsum vandræðum við samanburð á gögnum úr bókhaldi og kol og við vitum að HÍ miðar kennslu við almanaksár og hefur alltaf gert þannig að við veltum fyrir okkur hvort það ekki eitthvað sem við eigum að skoða líka. Já, ætla rétt að renna yfir húsnæðismálin í lokin. Myglumálið á borgum forgangsverkefni sem þarf bæði skammtíma og langtíma lausnir. Samhliða unnið bæði að lausnum á skrifstofu og sérhæfðum kennslurýmum og meðal annars með mögulegri viðbyggingu við borgir. Og það ljóst að við munum þurfa að færa fórn í næstu misserin til að komast í gegnum þessa stöðu og við höfum til að mynda þurft að fækka fundarherbyggjum og fleira til. Og það var þetta bara komið hjá mér. Já, takk líkalega, Helga María. Herðu, þá næst á dagskrá að við fáum að sjá sem sagt annál fyrir árið 2023 í máli og myndum og Valli á leiðinni að ýta á play. Hann gerir það bara þaðan, þannig að við bara sitjum spennt og þeir sem hafa þetta spurningar varðandi ársreikningin að þá getið þið borið þær upp eftir að rektor heldur erindi sitt. Og þess má geta að þetta myndband aðgengilegt nú þegar á YouTube Rás Háskólans. Þannig að það getið þið ýtt á pásu og lesið allan textan og svona. En bara gjörðu svo vel þegar það kemur.
virkilega skemmtilegt myndband og mér skilst að það er starri hérna á KHA og hún Silja sem eigi heiðurinn á þessu myndbandi. En sem sagt, næstur á dagskrá, það er rektor Háskólans á Akureyri, Eyjólfur Guðmundsson, með erindið Staðan, stefnur og straumar. Gefum hann gott það. Já, takk fyrir það. Stendur þetta staðan, stefnur og horfur, en straumar og horfur, það er spurning hvar við endum, sko. Heyrði, já, kæra þakki fyrir þetta og ég tek alveg hjartalega undir. Það er bara mjög skemmtilegt þetta myndbandsform á sögun okkar og við skrifum líka ársskýrslu sem ég vil benda ykkur á. Hún er alveg ítarlegri og lengri en ég man þegar ég kom til starfa fyrir 10 árum síðan að þá voru ársskýrslunar gríðarlega mikilvægt gagn í að skilja sögu skólans og við höfum aldrei áfram að skrifa þessar ársskýrslur líka sem sögulega heimild. Þannig að hér hafið myndbandsformi sem gefur ykkur stuttútgáfuna. Ég hvet ykkur eindregið til að fletta sér í gegnum ársskýrsluna og sjá þar í miklu meiri smáatriðum hið mikla starf sem á sér stað við Háskólann á Akureyri. Þannig að það er mjög áhugavert að við raun og veru við snertum samfélagi víða á þess að það sé kannski mikil fjallað það og við þurfum að bæta úr því. Ég bið ykkur líka að fyrirgefa mér, kannski ekki rosa mikið en þó svolítið, að ég mun fara í smá í nostalgíuna, því að þetta er síðast skiptið sem að ég held erindi hér á Ársundi. Þannig að einhver nostalgía verður nú í þessu öllu saman. En bara byrjum aðeins að skoða stöðuna og þá hver er staðan í okkar kjarnastarfsemi. Það er búið að koma fram að nemendafjöldin jókst verulega á árinu 2023 eftir að við vorum í sjálfu sér með svipaða nemendafjölda frá því fyrir COVID. Þannig að sérstaklega gerðist hjá okkur var að við fengum ekki inn eina bylgju í COVID, heldur komum 2 árum á undan COVID. Þannig að nemendur Háskólans á Akureyri hafa aldrei verið fleiri heldur en haustið 2023 og núverandi innritunartölur eru svolítið í þá áttina að við munum vera með 2., 3. stærsta árgang frá upphafi líka. Þannig að það stefnir í áframhaldandi vöxt. Kemur þess á því og eftir. Þannig að þegar kemur að nemendum og ánægjukönnunum hjá nemendum, þá getum við sagt að kjarnastarfsemi skólans stendur sig mjög vel. Ef við horfum aðeins á hina kjarnastarfsemina sem eru rannsóknir, að þá eru hér birtingar sem gefa afstig frá árinu 2010 til 2022. Og þar sjáum við að vöxt á 12 ára tímabili, við höfum ekki 23 tölunar en þá, en það stefnir í svipaða tölur, kannski aðeins hægt á vextinum síðustu árin, en ég geri fastlega ráð fyrir því að áframhaldandi uppbygging doktorsnáms muni efla þetta verulega. En þetta kemur aðeins svona punktin sem kom fram áðan, er að við þurfum að leggja enn frekar áherslu á eflinguna svona. Þar er doktorsnámið algjört lykilatriði. Og það gerum við ekki nema að sækja í rannsóknarsjóði. Og þá sérstaklega erlenda rannsóknarsjóði. En hér sjáum við síðan stöðuna í rannsóknarstigum í heild sinni. Þetta er sem sagt birtingar sem að gefa afstig, bara talið 1, 2, 3, 4, 5 upp í 174. Hér eru rannsóknarstigin á hvert stöðugildi. Og það sem að er aldrei sagt beinum orðum, allan ekki nógu oft, en myndist þess á áðan og sýndi fjölgun nemenda, er að skerast á sama tíma og við erum að sjá fjölgun rannsóknarstiga á starfsmann að meðaltali. Þannig að starfsfólk Háskólans á Akureyri á síðustu 10 til 15 árum hefur lagt verulega á sig við að byggja upp stofnunina bæði hvað varðar nemendur og móttöku þeirra og nám og hvað varðar rannsóknir. Ég hef stundum sagt að það er ekkert við þurfum ekkert að vera hissa á því þó að við séum svolítið þreytt því að í millitíðinu kom COVID. Þannig að ég held að við getum sagt og staðið hér bara nokkuð stolt af stöðu skólans hvað þetta varðar. Og ekki síst þegar við horfum síðan á þessa mynd. Þetta er sem tekið úr stofnun ársins og eru það sem eru opinberar háskólastofnanir. Nýja ráðandi okkar setur okkur hérna greinilega ný markmið, þau eru efst, við viljum að sjálfsögðu slá þau út næst, eða ekki. En þrátt fyrir þetta mikla álag og þrátt fyrir að við höfum verið að vinna að með sívaxandi stofnun, að þá erum við í góðum málum hvað varðar þann anda sem að hér ríkir og ánægju starfsfólks og stolt sérstaklega,
sem við sjáum þarna einhvern upp á 4,44. Og þetta búið að vera að skríða upp á við, hægt og rólega, síðustu árin og árið 2023 var hæsta einhvern sem við höfum fengið í stofnun ársins og ég held að við séum komin, eigum gögn eitthvað aðeins aftar. Ég held að sé að vera komin átt í 10 ár af þessu. Þannig að þegar við svona horfum aðeins á stóru myndina, þá getum við líka sagt að okkur hefur tekist á alveg allra síðustu árum að bæta í mannskap til að takast á við þetta stóra verkefni. Og þarna hjálpaði COVID þó að skrítið sé, því að auknir fjármunir inn í háskólakerfið hafa haldist þar að mestu leyti sem hafa gert okkur kleift að fjölga starfsfólki. Og að sjálfsögðu höfum við þetta fjölga starfsfólki á öllum sviðum. Bæði hvað varðar stoð og hvað var stoðþjónustu og akademíska starfsmenn. Akademíski starfsmenn ásamt aðjunktum eru rétt ríflega helmingur af starfsmennum, stoðþjónustan telur 37%, svo gleymist stundum að við erum með 25 starfsmenn af þessum 253 sem eru raun og veru að afla sér tekna á eigin forsendum. Það er leiðinlegt, eitthvað sem við þurfum að venja okkur af, taka þátt í því sem allir háskólar gera sem að búa til gjá á milli stoðþjónustu og akademísks starfsfólks. Við verðum að brúa þá gjá á hverjum einasta degi og hverju einasta misseri. Við getum ekki verið án hvors annars verið og við þurfum á því að halda að geta stutt við hvert annað í þeirri vegferð sem framundan. Ég ekki að segja að það sé brotsjór framundan, en það ólgusjór framundan og ég kem aðeins inn á þá eftir. Og það munum við aldrei geta gert nema að við vinnum sameiginlega að því að gera skipið sjóklárt og komast í gegnum þær tæknilegu breytingar sem að muni hafa áhrif á okkur. Þannig ég legg eindregið til að við hættum að taka þátt í þessari vitleysu sem að háskólar hafa gert næstu því aldir þegar það er hægt að lesa svona deilur alveg langt eftir því aldir. Hérlendis og erlendis. Þannig að ef við skoðum þetta í heild sinni, þá hefur tekist að auðga mannauðinn. Já, ég glemdi að segja ykkur það. Hérna er sem sagt fjöldi starfsmanna með eftir kyni og með doktorpróf. Hvar var það nú? Það var hérna. Fjöldi starfsmanna með doktorspróf. Akademískir starfsmenn. Nú erum við komin yfir 60% þeirra sem eru akademískir starfsmenn með doktorspróf og munum halda áfram þeirri vegferð á næstu árum. Þannig að aukinn fjöldi starfsmanna og auðgaður mannauður í formi aukins menntunarstigs og ekki gleyma því sérfræði þekkingu og við höfum okkur tekist að fækka einmenningseiningum í stoðþjónustunni og stjórnsýslunni. Það er ekkert eins vont eins og við erum með eitt sérfræðing á einhverju sviði en við komum ekki við störf út á einhverjum málefnum að þá bara fer stofnunin á hliðina. Við erum búin að okkur hefur tekist að byggja upp sterka stjórnsýslu, sterkan mannauð á akademíska sviðinu og erum þar af leiðandi vel í stakk búin. Við stöndum á kletti þegar kemur að mannauð og uppbyggingu til frekari framtíðar. Við erum hins vegar eftirbátar annarra stofnana þegar kemur að rannsóknarstyrkjunum. Og það er stærsta verkefnið á næstu árum. Hvernig munum við ná að bæta í á þeim vettvangi? Og við gerum það á fjárhagslega sterkum rótum, þannig að við þurfum svolítið bara að horfa á framtíðan og segja hvernig förum við að því að bæta í. Og það gerum við ekki nema að vera með skýra stefnu. Og það er svolítið skemmtilegt þegar maður svona horfir aftur í tímann. Að því að stundum er það þannig að fólki finnst stefnumótun vera eitthvað verkefni sem það fer í og svo bara gleymist. En staðreyndin er svo að við erum hér í dag með þennan sterka mannauð, komin með heimild til doktorsnáms, með þennan mikla nemendafjölda, að því það voru teknar ákvarðanir í tengslu við stefnur alveg aftur til 2000. Við áttum ekki svona fína stefnubók 2001, en það var gerð stefna hér 2000 og 2001 sem að ég fer aðeins yfir á eftir. Og
Ofan að þetta byggir síðan þessi stefna 2012 sem að raunveru tekur saman doktorsnám, fjarnám, þjónustu við nemendur og uppbyggingur rannsókna. Og því heldum við áfram 2018 til 2023. Þannig að af því að þessi ákvörðun var tekin og af því að þessi stefna var tekin, þá erum við komin á þennan stað, jafnvel þó við sjáum ekki dagsdaglega tengingar við einstakar ákvarðanir eða einstakar liði inn í þessu stefnu. Men svo þegar maður lest í heild sinni, þá var það vitt svo til að sagan er með nokkuð skýr skref. Og ég er svona ákveðinn að setja þetta í samhengi við nemendarfjölda og þetta er ekki vísindalega rannsókn, ég tek það skýrt fram. Þetta er svona upplifunar rannsókn, af því það er upplifunar svo vinsælar í dag. En svona ef maður horfir á söguna, og ég kom hérna sjálfur 1999 og reyna að tengja ákveðin tímabil. Við byrjum á því að slíta barnskónum og byrjum við ekki neitt. Bragi, bókin sem þú skrifar, hún staðfesti það nú ansi vel, að það var að byrja með pennastriki, bókstaflega, og kannski skrifstofustól, og 5 manns. Og engin tiltrú samfélagsins á því að það væri hægt að vera með háskóla, utan höfuðborgarsins. Og það tók alveg 10+ ár, alveg fram á aldamótum, að sanna það að þessi stofnun gæti verið til. Ég kem hér til starfa 1999, eða áramótin 1999-2000, og þá er alveg verið að tala þessa flugkennara og þetta gangi aldrei upp og það sé aldrei hægt að manna þessa stofnun með fólki á staðnum og þetta verði allt bara áframvandræði. En þarna er byrjað að bæta við námi, bæta við nemendum og við erum komin í 500 nemendur rétt aldamótin. Þá er gera stefnumótin og það er ákveðið að gefa í, heldur betur. Og það verður hröð uppbygging. Það eru nýja deildir, það er verið að fjölga nemendum, nýtt námsform, byrjum í fjarnám á þessum tíma og allt er upp á við. Þangað til 2005 og það vill svo til að ég rakst á gamla skýrslu á netinu sem var gerð af ráðgjafa skrifstofu árið 2005, þar sem við verðum að tala um erfiða stöðu skólans. En það er svona að því í ráðgjafaskýrslunni að það sé nú kannski ein af ástæðum þess að illa standi á háskólanum á þessum tíma er að samkomulag sem gert af ríkisvaldið árið 2001 var ekki að fullu uppfyllt af hálfu ríkisins. Þannig að þetta var ekki kannski bara risarhröð framúrkeyrsla byggð á engum væntingum, heldur á einhvers konar formi. Einhvers konar samtali við stjórnvöld. En staðreyndin var engu að síður sú að skólinn var ekki í góðum málum árið 2007 og svo kom kreppan. Og þá tók við tímabil varnarbaráttu. Og varnarbaráttu sem ég heyri ennþá óminnað. Og ég myndi vilja orða sem svo, margir lágu sárir og eftir og sumir jafnvel með að til æviloka. Og það er eitthvað sem við viljum aldrei lendi í aftur. Og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að okkur hefur tekist að halda háskólanum réttum megin við svona kallaði afgang við ríkissjóð á síðustu 13 árum og viljum halda því áfram. En að lokinni þessari varnarbaráttu þá var gerð ný stefna, munið 2012. Sem byggður á skýrslu frá árinu 2011 sem fjallaði að efla enn frekar fjarnámi hjá okkur. Ný stefna 2012, fjarnám og doktorsnám. Og í kjölfarið getum við sagt að við höfum opnað aðgengi, alltaf að nota þarna fjarnám, það er svo gildishlaðið, sveigjanlegt nám, það er svo misskilið. Það gerðum við. Við opnuðum aðgengi að háskólum á landinu öllu. Á þessum tíma. Og það hafði þessi jákvæðu áhrif að skólinn óx á ný. Þannig að þetta tímabil er í raun og veru vaxtatímabil númer 2, nema við komum út úr þessu vaxtatímabili standandi í báðum fætur. Og þá er stóra spurningin, hvað svo? Rauðu súlurnar eru semst ár sem ekki eru liðin. Það eru árin sem framundan eru. Hvað ætlum við að gera til að komast áfram? Við höfum byrjað stefnumótunarvinnu og búin að vera að standa í henni í 2 ár og ég ætla ekki að fara yfir hana í neinum smáatriðum hér því að við mörg ekkert séð þetta. En við stefnum að því að vera með hús með skýra framtíðarsýn sem talar um kraftþekkingar, nýsköpunar og framfara á norðurslóðum. Við búum á norðurslóðum. Það er engin spurning.
Við viljum byggja á ábyrgð og traust. Við viljum hafa sterka innviði og áhrifaríka stóðþjónustu. Við viljum búa til öflugt háskólasamfélag, sami hvað formi viljum hafa það. Og svona fyrstu forgangsatriðin að koma fram og þessi forgangsatriði komið fram að lokinum fundum sem voru haldin hér í apríl, þar sem að breiður hópur starfsfólks mætti og átti samtalinu hvað það sem við viljum til þess að sjá háskólan dafna til framtíðar. Sýnilegur háskóli með sterka ímynd. Við viljum sjá vöxt í vísindastarfi. Við sjáum öflugri stuðning við þetta og við viljum hafa samstillta og hvetjandi menningu. Ég held að það sé rosalega mikilvægt og tengist í sem ég talaði áðan með stóðþjónustu og akademískar einingar. Við gerum þetta eingöngu ef við vinnum saman. Þetta eru fyrstu skref, takið eftir. Þarna einfaldlega að vera með stefnu áherslu fyrstu árin. Við erum að sjálfsögðu að kenna áfram, við erum að sjálfsögðu að vinna að öðrum málefnum líka. Þetta eru aðaláherslurnar. Og með þessu móti munum við ná að stefna upp á við. Hversu langt? Ég ákvað að gera engar svona prósentuspár, en ég hugsaði mér að veldisvöxtur væri líklegast ekki málið, þannig að þetta er svona aðeins logaritmískur vöxtur. En það er ekki langt í 3500 nemendur. Við vorum með 2750 nemendur síðastlega haust. Ef við aukum með 200 nemendur aftur í ár, þá erum við komið 2950, það er rétt tæplega 3000. Viljum við hafa stjórnaðan vöxt til frambúðar? Hvernig viljum við stýra þessu? Viljum við leggja meira áherslu á rannsóknar og minni áherslu á nemendafjölda? Þarna koma horfur inn í, því að við þurfum að horfa til hvað að fara að breytast í okkar samfélagi. Það að koma nýtt gæðakerfi sem tekur enn meiri áherslu á rannsóknir og þjónustu við samfélag. Það að koma nýtt reiknilíkan og búið að staðfesta að það reiknilíkan mun stýra fjármögnun háskólana næstu árin og ég ætla að segja áratugina. Gervigreindin mætt og svona til þess að sýningunum sé mætt að þá ávarp rektors á skýrslu að mestu leyti skrifað gervigreind. Að sjálfsögðu samkvæmt fyrirmælum rektors. Á íslensku og þurfti ekki leiðréttingu við að miklu leyti. Minni heldur en ég hef skrifað sjálfur. Og svo vitum við að það er áhersla á fækkun háskólastofnana. Ekki endilega háskóla, heldur háskólastofnana eins og við sjáum til dæmis með væntanlegri sameiningu Háskólans Íslands og Háskólans á Hólum. Og það sem mun stýra þessu allir saman, saman hvort þú líkar það betur að verð, þessi mynd hérna. Þetta það sem mun stýra fjármögnun til framtíðar. Loknar einingar, útskriftir, birtingatölfræði, útskriftir doktorsnema, erlendir styrkir, kennslu og rannsóknarauki, efling byggða, innleiðing, sókn háskóla, sókn í STEM-greinar og stuðningur við fámennar þjóðlegar greinar. Ég veit ekki alveg hvort þetta vera þjóðlegar, ég veit ekki alveg hvernig við þýðum það. En þetta eru augljóslega margir þættir sem munu hafa áhrif á framtíðar möguleika til tekjuöflunar. Og þetta verður við að þekkja sem háskólastofnun og við verðum að aðlaga bæði gæðavinnun okkar eigið deililíkan að þessu öllu saman. Og hvað ætlum við að gera þegar kemur að gervigreindinni? Það var mjög skemmtilegt að sjá kennslufræði ráðstefnunum okkar núna hvenær var hann haldin í febrúar? Apríl, var hann í apríl, já, bara páskana. Það sem að okkar fólk sýndi fyrstu skrefin í því að nýta gervigreindina í kennslu, aðstoð við rannsóknarskrif og svo framvegis. Mér finnst alveg rosalega áhugavert að gervigreindin nýti svakalega vel til að gera skýrslur rannsóknir. Staðlaður texti, komaði á framfæri. Það gerir sá sem ætlar að lesa yfir skýrsluna. Rosalega sniðugt að nota gervigreind til að lesa skýrsluna. Þetta svolítið áhugaverður tíma sem framöndan ekki. Og það veit enginn hvernig á að bregðast við þessu. Við höfum tækifæri til þess að vera stofnun sem bregst við þessu alveg eins og við brugðumst við því að bjóða upp á aukið aðgengi að námi í gegnum fjarnám. Það eru 25 ár síðan. Það svolítið okkar ákvörðun hvernig við ætlum að sækja fram á þessu.
Og síðan að þessum síðasta punkti sem að við töluðum varðandi ytri áhrif, við hljótum að vera reiðubúin að sameinast undir þeim formerkjum að það sé vera að búa til sterkari og öflugri stofnanir. Við hljótum að vilja geta tekið aukinn þátt í alþjóðlegri starfsemi og sækja fram við. En við gerum það ekki undir hvaða skilyrðum sem er. Þannig samtalið mun halda áfram. Og sama hverju núverandi samninga verið að fara, þá mun verða áfram samtal það með hvaða hætti verði færri háskólastofnanir. Og þar þurfum við að vera í bílstjórasætinu. Það er númer 1, 2 og 3. Með virðingu, með auðmýkt, sameiginlega að sækja fram fyrir íslenskt háskólakerfi án þess að gleyma því fyrir hvað við stöndum sem stofnun. Kom svolítið áhugavert viðtal í Vísi, ég held að bara verið í morgun, ég las allan í morgun, við Sigurbjörn nokkur Árnason, skólameistari hér fyrir austan Heiðar. Þar sem hann er búin að vera í verkefni sem talar þögla meirihluta. Staðreyndin er einfaldlega sú í öllum menningarheimum og í öllum stofnunum að þá er það oft þannig að það er fámennur hópur sem tjáir sig hæst en meirihlutinn er þögul. Ég hvet ykkur eindregið til að lesa þessa grein. Vísi birt síðustu daga. Og horfa svolítið inn á því að segja, hvað segir okkar þögla meirihluti? Þetta er mjög áhugaverð pæling þegar kemur að samskiptum og samtali í háskólastofnunum og stofnunum yfir höfuð. En að þessu öllu sögðu, þegar við horfum á stöðuna, horfum á stefnunar sem hafa leitt okkur hingað og á horfunar, þá lítur þetta svolítið á þannig að framtíðin er björt. Hún er eiginlega bara mjög björt fyrir háskólan á Akureyri. Og þá kemur aðeins að nostalgíunni hjá mér því að þetta er minn síðasti fundur í þessu sagði og er í ákaflega þakklátur fyrir að hafa fengið að leiða þessa stofnun í 10 ár. Og því ég veit allir þessu forvitnum hvað ég er að fara að gera, að þá er þetta undir staðan af því sem ég er að fara að gera. Og ef þið viljið finna mig í sumar, þá verður einhvers staðar þarna. Þannig að ég segi bara kærar þakkir fyrir samstarfið. Ég held að við séum vel í stakk búin til að takast á við þessa breyttu tíma. En við breyttum íslenskum háskólakerfi þegar við byrjuðum að taka fjarnám síðustu aldamót. Og höfum verið í fararbroddi síðan. Við höfum vaxið sem stofnun byggt á því að bregðast við þörfum samfélagsins. Samfélagið mun þurfa aðstoð að glíma við gervigreind. Ég vona að við finnum leið til þess að hjálpa samfélaginu með það. Takk fyrir. Nú er tími fyrir spurningar úr sal og líka spurningar af netinu, þannig að við ætlum að kasta hérna teinunum á milli, einhverjar spurningar úr sal. Bæði Helga og... Já, þessi bæði ásreikningin og eftir erindi rektors. Húsnæðismálin. Eins og ég segi við nefndum mína, ekki allir í einu. Aðeins að meðan fólki hugsa. Já. Bara rétt að með að hugsa fyrstu spurninguna. Það er alveg ljóst að með húsnæðismálin að við þurfum rými til þess að taka ákvörðun hvað þarf að gera, en það þarf að gera tiltölulega það. Og þetta er eina stærstu áskorunum okkar á næstu árum. En það er hægt að byggja við borgir. Og það er hægt að byggja hérna við stofnun sem hér er. Og það er hægt að búa til bráðabirgðahúsnæði í millitíðinni. Þannig að vonandi verðum við með slíka lausn á borðinu fyrir ykkur öll þegar kemur að haustum. Ekki satt, Hólmar? Ég verð ekki hérna þá. En ef það eru engar spurningar. Það hljóta að vera spurningar. Sko. Já, mér fannst svolítið gaman að sjá þetta línuriti við hver aukningin á nemendafjölda hefur verið, vegna þess að ég var í háskólaráði hérna á síðustu öld og þá hérna var Þorsteinn Gunnarsson, hann var í framtíðarnefnd
og hann vildi að við stefndum á það að það yrði 1000 nemendur árið 2000. Og þá var það einn góður kollegi minn sem barði í borðið og sagði við skulum bara vera raunhæf hér, það verða aldrei fleiri en 350 nemendur hér. Og Þorsteinn Gunnarsson, hann náttúrulega varð rektor og hann bara hugsaði út fyrir boxið og hann einmitt kom með þessa hugmynd með fjarnám, efla námsframboð og það var verulega gaman að vinna. Ég var með honum í þessari framtíðarnefnd og hann fór mjög hratt en við eigum honum mikið að þakka og öllum okkar góðu rektorum. Já, takk fyrir það. Það er þetta með tölur og nemendafjölda, sko. Það er rétti nemendafjöldi. Aðeins komment eða spurningar? Já. Já. Búið að kveiki í partíinu? Já. Já, takk fyrir samstarfið, Jálfur. Mér langar að heyra svar þitt við spurningu sem hún setti fram sjálfur hvort að við eigum að snúa athyglinni að rannsóknunum eða hvort við eigum að snúa athyglinni að því að vaxa og stækka. Takk fyrir það. Ég held að svarið liggi í rauðu línunni hérna. Þetta er lógarithmísku vöxtur og ef hann myndi halda áfram að það myndi að svona fletjast aðeins út. Ég held að áherslan eigi ekki að vera á að fjölga nemendum endalaust en við þurfum að komast í aðeins stærri stofnun. Síðan er risastór spurning sem ég held ég hafi ekki svör við núna og mun þar ekki hafa svör við í framtíðinni, það verður ykkar að svara. En það er sko hversu breytt á námsframboð að vera. Erum við að fjölga nemendum á dýptina eða erum við að fara að fjölga á breiddina? Svarið akkurat núna er að fara á dýptina, við erum búin að gera það síðustu árum, búin að fjölga í greinu sem við höfum, stóra greinu sem við höfum bætt við og síðustu 10 árum er það ekki lögreglufræðin, er ég að gleyma einhverju, við erum bara fullt af námslínum og fullt af viðbótar námi en svona eina námsbrautin sem við höfum bætt við á síðustu 10 árum er lögreglufræðin. Og ég held að sko við sem ekki endilega fara að bæta við mörgum stórum námsbrautum. En dýptin alveg örugglega næstu 5 árin, doktorsnámið er algjör lykilatriði, ekki bara fyrir okkur. Það er lykilatriði fyrir byggðir utan höfuðborgarsvæðisins. Því að án doktorsnáms og án rannsókna á þessum svæðum þá fáum við ekki þá athygli stjórnvalda sem þarf til að takast á við málefni. Það mun enginn skoða heilsufar á norðurhluta Íslands út frá upplifun okkar sjálfra nema við sjálf. Það þýðir til erum við svolítið, ekki algjörlega en svolítið eins og frumbyggjar í þeim skilningi að okkar þjónusta sem við fáum er ofta ekki á pari við það sem aðrir Íslendingar fá. Og bara vísa ég fréttir síðustu vikna slíkt. Þannig að einfalt svar við spurningunni er ekki til. Þetta er ekki annarkvort eða, en það verður að taka þessa ákvörðun innan 10 ára. Takk kærlega að síja hérna. Ég er með svona 2 komment og eina spurningu. Komment handa þér, Eyjólfur, er kannski mitt svar við spurningunni hvað ég að vera margir nemendur hér. Þá vera eðlilegt hlutfall nemenda og kennara sem við höfum ekki í dag. Allavega ekki minni deild. Ég er bara ekki íslensku háskólakerfi yfir höfuð, en já, Nei. rétt. En þetta er hérna handa Helgu Maríu. Ég velti fyrir mér með Háskóla Íslands og KOL hvernig þeir eru þeir þá að tala hérna kennslueiningafjöldi kennara þá miðaður við samanlagt haust og vor en ekki eins og hjá okkur eða vor og haust ætla ég að segja hjá þeim en ekki eins og hjá okkur haust og vor. Svarið er já við því. Svarið er já, viltu bæta við? Nei, akkurat það er örugglega mjög gáfulegt að gera það, ég styð það verður þá bara að taka hálft ár einhvern tímann hjá okkur til þess að komast öll að áramótum en kannski eitt komment vera pínulega leiðileg. Mér finnst svolítið erfitt að heyra talað að það voru tap á Háskólanum á Akureyri eins og við varum hér eitthvað fyrirtæki í business.
Ég verð að viðurkenna það. Það stingur mig þetta orðalag. Hvað orð viltu nota yfir þegar að þú eyðir meira en þú ætlaðir? Það er sem sagt, það er það kalla, ég veit ekki hvað orð er rétt. Hvað eiginlega bara? Halli oft talað í ríkisrekstri? Halli, já, ég held að það verið miklu frekar. Akkurat sko, ég tel ekki að við séum að tapa. Það er bara þannig, takk fyrir mig. Takk fyrir það. Þetta er alltaf spurningum hvernig við upplifum þau orð sem er í gangi og það er líka mjög mismunandi milli fagreina. En það er líka ágætt að hafa það í huga að hallareksturinn á árinu 2023 var ekki óvæntur. Það var óvænt hversu mikill hann varð og eins og var farið yfir hér áðan. En við byggum við það góða gengi að eiga afgang gagnvart ríkinu og vorum raunverulega bara að ganga á hann, þannig að þetta hafði engin áhrif á skólan og mun ekki hafa áhrif á skólan 24. En með þetta eins og allt annað er búið að safna í baukinn og búið að eyða þessu úr bauknum og það eyðir ekki úr hann aftur. Nema og safnir í hann aftur í millitíðinni. Þannig að við þurfum bara að hafa þetta í huga og mín varnarorð eru kannski frekar þessi. Þetta er ekki nema 2% af veltu skólans og samkvæmt öllum reglum ríkissjóðs þá má vera plus mínus 2% í afgang eða halla á hverju einu ári. Þannig að hér er ekkit alvarleg staða. En 3 ár í röð með mínus 2%. Þá ertu búin með þetta. Já, Sigurjón heiti ég. Ég er með spurningu varðandi sem sagt, nú var halli á rekstri síðasta árs. Er búið að gera fjárhagsáætlun fyrir árið 2024? Verður einhver viðsnúningu hvað það varðar? Já, sko, fjárhagsáætlun 2024 gerði ráð fyrir afgangi litlum en gerði ráð fyrir afgangi eða allan að rekstri í jafnvægi. Og rekstur háskólans í heild sinni er samkvæmt þeirri áætlun í dag. Það er eins og mjög mikill munur á milli eininga innan háskólans og við þurfum að horfa út á rekstur ársins bara út frá því að skilja hvers vegna sumar einingar eru í mínus og aðrar ekki. En niðurstaða ársins ætti að vera í jafnvægi. Þá er það seinni spurning frá mér. Það er í sambandi við myglumálið á Borgun. Hvað er útlit fyrir að falli stór kostnaður á háskólann og sem sagt versus það megnið af tjóninu hlýtur að lenda á reitum? Já, sko, svo ég svari stutt og byrði svo bara Hólmar að svara kannski aðeins lengri, koma aðeins lengra svar. En við erum náttúrulega leigutakar, ekki af reitum, heldur af fasteignum ríkisins. Og í raun og veru á allt að fara í gegnum þau, en það er smá hyggst í því samtali öllu saman, ekki út af þessu vandamáli, heldur bara í kerfinu í heild sinni. Og ég held að við höfum ekki neina dítil í það, Hólmar, en kannski frekar að segja að við gerum ekki ráð fyrir öðrum kostnaði heldur en óbeinum kostnaði. Og leyfa kannski Hólmar að svara því. Já, þetta er mjög stór og góð spurning. Það verður þetta mikill kostnaður en eins og Eyjólfur segir, þetta er að miklu leyti ýmislegur óbeinn kostnaður af því að beini kostnaður við höfum alltaf farið í gegnum þetta áður þegar Myglan kom upp í E-húsi og þá fengum við stuðning frá ráðuneytinu til þess að bæta það en þá voru við að reka fasteignirnar. Núna ætti þetta að vera meira óbeinna. Þetta verður allskyns kostnaður að færa fólk til og slíkt óhagræði sem er erfitt að biðja bætur fyrir. Við þurftum að fólk gæti ekki verið að sinna rannsóknum sínum af því að það hafi ekki aðgang að rannsóknarstofum eða eitthvað þess háttar. Það er mjög erfitt að fá slíkt bætt. En það er alveg ljóst og eins og þú nefnir, Sigurjón, að það er auðvitað húseigandinn sem ber grunn ábyrgðina og þeir eru allir að vilja gerðir að hjálpa okkur og viljast nálgast þetta mjög faglega með Eflu og Náttúrufræðistofnun og þeir eru ekkert að reyna að hafa einin áhrif á hver niðurstaðan er. Þeir eru bara að leita að bestu lausninni og við vonumst þess að fá eitthvað bara strax á morgun, eitthvað aðeins hvernig framkvæmdir á svona gætu átt sér stað. Það mun hafa náttúrulega svolítið áhrif á okkar bráðabirgðalausnum á millitíðinni. Nú, Rósa. Takk fyrir. Já, ég langa að tala þessu doktorsnámi af því að við erum væntanlega flest öll sammála því að doktorsnámi skiptir rosa miklu máli fyrir þennan skóla. Það er í stefnunni okkar og við tölum gjarnan
hvað doktorsnámi og efling doktorsnáms við þennan háskóla skipti mjög miklu máli. Það skipti gríðarlega miklu máli til að efla rannsóknir og það verði að efla doktorsnámið. En við verðum líka að líta svolítið eigin barm, að við getum ekki bara treysti að fjármagni komið utanfrá úr erlendu sjóðum. Við þurfum líka að leggja eitthvað til frá þessum háskóla og nýja reiknilíkanir gera okkur ákveðin tækifæri til þess. En það er gríðarlega mikilvægt að það komi doktorsnámsstöður hérna við skólan ef að doktorsnámið okkar á að vaxa og eflast. Það er bara lykilatriði. Já, takk fyrir það og ég get alveg tekið heilshugar undir þetta og þú myndist á líkanið. Valja, fikk það í græðanum. Reyna að fá þetta upp og svo eru þetta að rífast um húsinu núna, nú er hann að stjórna húsinu. Þannig að hérna, þessi glæra, hérna, að sko það er alveg skýrt að við erum að fá auknar tekjur af rannsóknum. En til dæmis útskriftar bónusina því útskrifa doktorsnema fer ekkit mjög langt með að borga fyrir kostnaðinn við doktorsnema. Það hjálpar til við næstu umsókn og svo framvegis, en það mun ekki kofvera heilan doktorsnema. Þannig að hér þarf að búa til deililíkan innanhús sem dreifir fjármunum þannig að það sé hægt að vera með doktorsnema stöður við þær deildir sem hafa heimild til doktorsnáms. Og þess vegna mun heljarna samtala eiga sér stað í tengslu við stefnumótunina, bara með hvaða hætti ætlum við að nýta þessa hvata sem er í þessu kerfi. En erum við ekki að fara að nálgast, sendi vaktina? Þetta bara ég ekki að Jæja, herru, þá er komið að þarna mjög skemmtilegum lið sem eru sem sagt örkynningar rannsakenda og við fáum sem sagt þarna tvær kynningar. Fyrst ekki á svið er hún Hermína Gunnþórsdóttir, prófessor við kennaradeild og ætlar að flytja okkur kynninguna. Við getum gert miklu meira og betur að skilja sjónarmið hliðvarða á tungumálalegum mannréttindum nemenda. Hún er á Zoom, ég veit ekkert hvað hún er niður komin. Hermína, eru í okkur? Já, ég í okkur, þið mér? Heldur betur? Já. Valli er að færa þetta yfir á skjáinn? Já, ég bara býð rólega þangað til að mér skipa til sætis. Já. Ég í Botu á Arctic Congress. Já, frábært. Glæsilegt. Ætlar að deila með okkur glærunum þínum? Má ég byrja, já? Já, þú mátt bara byrja. Ég klappa fyrir henni Hermínu. Skulum sjá. Spennandi hérna, sko. Komið. Frábært. Já, komið sæl og getur fundargestir og takk fyrir að bjóða mér á ársfund Háskólans á Akureyri. Ég ætla að segja ykkur örstutt frá rannsókn og tilurð hennar sem að ég vann með 2 samstarfskonum á menntaðstöðsvið HÍ, þeim Renetu Emerson-Peskova og Sue Gollifer. Okkur langaði að rannsaka hvernig aukinn fjölbreytileiki og sambúð tungumála kallar á nýjan skilning á tengslum tungumála, menntunar og mannréttindum. Ég sá það þegar ég fór að gera glærurnar og að því ég setti lógóin HÍ líka með að það hefði kannski verið skemmtilegra ef það hefði verið á Bifröst, en það er kannski bara næsta kynning. En sem sé farvegur rannsóknarinnar, hann liggur í því að Ísland er sannarlega fjöltyngt samfélag, en þegar við söfnuðum gögnum í fyrra, þá voru 17% þjóðarinnar skráð með innflytjendabakgrunn. Það hlutfall hefur bara haldið áfram að hækka og er núna 20%. Það er yfir 100 tungumál töluð af nemendum í skólum landsins. Varðandi réttindi barna á Íslandi þá er þau tryggð með barnasáttmálanum sem er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og var fullgildur og lögfestu 2013 og árið 2021 var samþykkt stefna og framkvæmdaáætlun fyrir Barnavernd Ísland gegnum verkefni Barnavernd sveitarfélög, sem kannski kannast við.
En áskoranirnar eru eftir sem áður til staðar, en þær hafa helst birst í því að hvernig okkur tekst að mæta tungumála og menntunarþörfum aukins fjölda nemenda sem læra íslensku sem annað tungumál. Námsárangur þessara nemenda er síðri en íslenskur og jafnaldra og þau halda síður áfram í framhaldsskóla og hvað þá í háskóla. Og þau eru oft félagslega einangruð og líður verr andlega. Þannig að það er verk að vinna hér. En hvað felst þá í tungumálalegum mannréttindum barna? Hér er byggt á hugmyndin jafnrétti eða jafngildi allra tungumála sem er staðfest í Universal Declaration of Linguistic Rights frá UNESCO og tungumálaleg mannréttindi menntun sameina því réttindi menntunar líka frelsi gagnvart tungumálum. Og í þessu þá felst rétturinn til móðurmálsfræðslu á þeim grunni að tungumálið er lykill að þróun vitrænnar færni og jafnframt rétturinn til að læra ríkjandi tungumál og þar með rétturinn til að fá viðeigandi menntun ríkjandi tungumáli. Og hér er árétt að sé þetta hundsað eða vanrækt getur það leitt til mismununar eða útilokunar minnihlutahópa, til dæmis út frá þátttöku í stjórnmálum, aðgangi að dómstólum eða aðgangi að ýmsum menntastofnunum. Það er þessi samtvinnun tungumála, menntunar og mannréttinda sem okkur fannst áhugavert að greina og bjóða skólum og kennurum að taka þátt í umræðu sem of lengi hefur litast af svona annaðhvort eða forsendum tungumál og nám nemenda. Opinber umræða hefur oft endurspeglað togstreituna á milli þess að vilja vera hluti af hnattrænum heimi en jafnframt að vernda íslensk menningarverðmæti þar með tungumálið og þá er oft stutt í hvers konar fordóma. En það að þurfa að velja á milli móðurmáls síns og nýs tungumáls er dæmi þessa togstreitu og annaðhvort eða hugsun og er mannréttindabrot. Til að taka þátt í þessari annaðhvort eða hugsun á gagnrýninn hátt þá þarf að vinna með mannréttindi í kennaramenntun. Þá aðeins að rannsókninni, við leituðum til 4 sveitarfélaga sem hafa milli 20 og 30% íbúa skilgreindar sem innflytjendur og tókum viðtöl við yfirmenn skólaþjónustu sveitarfélaga og skólastjóra eins grunnskóla í komandi sveitarfélagi. Þessi viðtöl við ferðpör eitt í hverju sveitarfélagi. Viðtölin voru svona meiri formi samræðu en í hefðbundið viðtal og umræðan var einfaldlega rannsóknarspurningin hvernig skilja skólar og skólaþjónusta í 4 sveitarfélögum á Íslandi sem við köllum þá hliðverði eða gatekeepers ábyrgð sína á tungumálalegum mannréttindum nemenda. Við greindum viðtölin út frá ramma réttindi til menntunar sem kenndur er við Katrína Tomaszewski. Hún var fyrsti fulltrúi Sameinuðu þjóðanna réttindi til menntunar. Og hann byggir á 4 viðmiðum eða indicators sem á ensku byrja allir á A og ég ætla bara að hafa það þannig hér. Þessi rammi og viðmið er hugsaður til þess að skilgreina skuldbindingar ríkisins varðandi réttinn til menntunar. Snertir þar af leiðandi umgjörð skólastarfsins. Þannig að availability snýst að tryggt sé að menntun sé í boði, accessibility snýr þá að því að tryggja aðgengi og afnema mismunun og acceptability snýr að inntaki og gæðum náms og svo adaptability vísar til þess hvort að menntun sé aðlöguð að þörfum barna. Hér nokkur dæmi úr niðurstöðunum en í öllum tilvikunum var talað mjög opinskátt að geta ekki alltaf tryggt tungumálaleg réttindi barna og afleiðingar þess. Og hér þá verið að vísa í þá grundvallarforsendu að tjáningaform og mannréttindi haldast alltaf í hendur. Ef nemendur geta ekki tjáð sig á íslensku, var það skerðing á þeirra mannréttindum. Og það er líka ljóst að skólafólkið sér það líka sem skerðingu ef skólum tekst ekki að veita nemendum menntun sem gerir þeim kleift að vera þáttakendur í samfélaginu. Við sjáum líka sömu togstreitu og birtist í opinberri umræðu varðandi hnattræna þróun og sambúð tungumála og hættuna á tungumálafordómum. Það eru til dæmis ennþá álitamál í skólum hvernig börn nota tungumálin sín í samskiptum sín á milli. Þessum tilvitnunum má til dæmis sjá þessa togstreitu. Í raun má heimfæra þær þessi dæmi á A1 3 í ramma Tomaszewskis, það er að segja accessibility, acceptability og adaptability.
Síðasti þátturinn sem ég nefni það sem lýtur að ábyrgð stjórnvalda til að styðja við réttindatengt viðbrögð sveitarfélaga. Í máli þeirra allra kom fram að það lítið sem ekkert í ytri umgjörð skólastarfsins sem ýtir á að rýnt sé í mannréttindi yfir höfuð, hvernig skólar mæta þeim viðmiðum og þess vegna þurfa skólar að hafa og fá tækifæri til að móta stefnuna og hafa áhrif á útilokandi sjónarmið. Og ef ég tek þetta saman í lokin þá sjáum við að rammi skís er gagnlegur, eiginlega mjög gagnlegur til að skilja hvað felst í tungumálalegum mannréttindum barna og hvernig þeim er mætt eða ekki mætt. Og þrátt fyrir mannréttindastefnur og lög þá getur Ísland gert betur til að tryggja góða og réttláta menntun fyrir alla. Menntun mannréttindi í kennaranámi eða kennaramenntun varla til staðar og heldur ekki fyrir starfandi kennara. Og þessi annaðhvort eða viðbrögð eru til þess fallin að skapa ójafnan aðgang að menntun og búa til farveg þar sem mannréttindabrot eru viðurkennd. Og til að tryggja hvers konar mannréttindi í skólaumhverfinu þá þörf á aðlögunarhæfni. Það takast á við áskoranir sem varða einmitt hin AN3 eða availability og accessibility og acceptability. Þannig að ég held að ég sé núna búin að fara þetta á hlaupum, þessar örkynningu. Takk fyrir mig, kærlega. Herru, þakka þér kærlega fyrir, Hermína, þetta var virkilega áhugavert. Herru, þá komið að seinni örkynningunni og það hún Kristín Þórarinsdóttir, dósent við framhaldsnámsdeild í heilbrigðisvísindum og það erindið persónumiðaða matstækið Hermes. Gjörðu svo vel. Ég skal gera þetta. Já, hann ekki. Allir sínum þetta. Þetta svolítið á miðisfjaldi. Já, ok. Takk fyrir það. Já, komið sælblessuð. Kristín Þórarinsdóttir heiti ég, eins og við vitið flest, og ég þakka fyrir þetta tækifæri til að kynna persónulega heilsufarsmatið Hermes sem að ég hef þróað margt lengi með mörgum og ég tala oft við því að ég ekki alls ekki verið eina að þróa þetta. Og þetta hef ég þróað með byrjaði að þróa við Sjúkrahúsið á Akureyri samt tengingu við háskólann og síðan hef ég alltaf verið meira við háskólann. En þetta hefur verið svona mjög samfélagslegt verkefni og tengingu við þetta umhverfi sem ég í til dæmis. Og já, en persónumiðað matstækið miðar að því að notendur meti heilsufarslegar áskoranir, alvarleika þeirra og mikilvægi að vinna með þær. Og ég mun aðeins kynna svona fræðilega og svona hvernig þetta þróast á pappír og síðan ætla ég að fara yfir í rafræna umhverfi sem að þróast sem mjög spennandi. En persónumiðuð nálgun eða sem matstækið byggir á lykilþáttur í gæðum heilbrigðisþjónustu og kjarnaatriði eru reynsla notanda af veikindum og væntingar og þarfir í forgrunni þar sem við horfum á viðkomandi frá heildrænu sjónarhorni, fagfólk sem tengsl og samband og deili valdi sínu og ákvarðanatöku til notandans. En persónumiðuð matstæki eins og Hermes eru þróuð til að innleiða persónumiðaða nálgun í starf. Þannig að kostir þessara matstækja sem hefur komið fram að það alveg ljóst að sjónarhorn notenda á þennan heilsufarstengda vanda kemur skýra fram. Það verður dýpri skilningur á veikindum og aðstæðum notenda og einnig geta þeir orðið meira meðvitaðir, sálfélagslegir þættir betur ræddir og jákvæð áhrif á samskipti, sameiginlega ákvarðanatöku og þessi matstæki geta auðvelda að mata framgangi meðferðar og einnig hafa einstakar rannsóknir sýnt að svona matstæki geta auðvelda sjálfsummun og einkennabyrði fólks og bætt útskriftaráætlun og stytt sjúkrahúsdvöl. Þannig að Hermes þróaðist út frá vísindalegum og heilbrigðilegum grunni þar sem grunnurinn voru önnur persónumiðuð matstæki sem voru til staðar á þessum tíma þegar þróunin byrjaði og persónumiðuð nálgun.
persónumiðuð matstæki sem ég er að horfa á, það er við erum væntingamiðuð, það er að segja við erum að horfa á mat fólks á heilsufarsvanda áskorunum, alvarleika og svo mikilvægi. Það er hérna preferences eða væntingar. Þetta byggir á, matstæki byggir á túlkandi og tilvistar fyrirbærafræði, þar sem áherslan á reynslu einstaklingsins, hvernig veikindið raska daglegu lífi, ígrundandi samræður, heildrænt sjónarhorn og fleira sem við getum ekki haft tíma til að tala túlkandi og hvernig fólk breytir alltaf, að leita að því að fá merkingu aðstæður sínar. En ég hef ekki tíma til þess og mér finnst mjög gaman að tala fyrirbærafræði. En hérna, þetta líka byggt á heilsufarslyklum. Heilsufarslyklar eru upplýsingaskrár hjúkrunar og það til dæmis lykill eins og svefn og næring og svo framvegis og þið sjáu svona hvernig Hermes byggir á þessu. En nú ætla ég að segja ykkur frá svona þróun og það ég fyrir mjög hratt yfir aðferðafræðina. En þegar bara komið aðferðafræði tími seinna. En þetta matstæki hefur að þróað og rannsakað með starfendarannsóknum, annars vegar og vettvangsrannsóknum hins vegar. Með starfendarannsóknum miða þá að því að fræðilega undirbyggðar aðferður eru sem sagt prófaðar í starfi og þar sem að þátttakendur sem eru þá starfsfólk eða fagfólk eða hverja sem við erum að vinna með og í þessu fagfólk og sjúklinga líka. Þá erum við að prófa þá hvernig innleiða vísindalega bakgrunn á Hermes, prófa hann í starfinu, setja framkvæmdaáætlun, ákvarða hvernig til hefur gengið og síðan förum við annar hring. Svo förum við allt öðrum í vettvangsrannsóknum, þá erum við að horfa bara á, fara á vettvanginn og skoða raunveruleikann hvernig svo Hermes í raunverulegum aðstæðum og þá erum við að koma á vettvang og skoða allt í samskipti og siðir og venjur og athafnir fólks í sambandi við það. Þannig að maður kemur með barslegu sjónarhorni. Og þetta til ég hafa reynst vel, en það eru auðvitað fleiri aðferðir til en þetta. Og ég syns að tala ákveðna samþættingu, þannig að ég fer mjög hratt yfir sögu náttúrulega, en þetta eru 4 rannsóknir sem ég byggir svona þessar niðurstöður á og 2 af þeim eru birtar og erum að vinna á birtingum á hinum. En þar alls eru 37 sjúklingar og 24 hjúkrunarfræðingar og einnig fleiri þverfaglegir aðilar. Og nú fer ég líka mjög hratt yfir sögu. Það segir líka svona hvernig þetta þróast. Vorum og sjáum við gagnársöfnuna. Þetta svona eiginlegum rannsóknum, rýnihópar, viðtöl, athuganir, vettvangsnótur og svo framvegis. Þannig ég ætla svo sem ekki að fara í það, en ég ætla bara að segja ykkur í þessari almennu rannsókn alveg við vorum að þróa Hermes 18 mánuði, þá vorum við að þróa fyrst matstækið á Kristnesi og síðan fórum við aftur í og það tók 18 mánuði, svo leið langur tími, svona talsveit, og þá fór ég í doktorsrannsóknum minni og gerði rannsókn, vettvangsrannsókn á þá akkurat hvernig Hermes var að nýtast fyrir fólk með langvinna verki. Og vera með því að athuga og taka viðtöl og svo framvegis. Og þetta var alls 10 mánuður. Svo var önnur rannsókn, síðan sem gert var meistaranemandi mínum og hún var að prófa Hermes hvernig það var að nýtast í heilsugæslu fyrir aldraða og það var svona starfendarannsókn þar sem hún var að innleiða þetta í starf og það kom ákveðnar niðurstöður úr því. Síðan hef ég nýbúin að gera rannsókn núna í endurhæfingu aldraðra á Kristnesi, þannig ég hefur að skoða hvernig nýtist Hermes núna fyrir endurhæfingu aldraðra. Ok, jæja, en nú koma niðurstöðnar, samþykktar niðurstöður, bingo. Og þar sem sagt þá þróun á uppbyggingu og matsaðferðinni, þar sem þetta bæði Hermes að þá ákveðin uppbygging og síðan matsaðferð. En uppbyggingin bakgrunnsupplýsingar, heilsufar og ýmislegt almennt séð, en síðan koma styrkleikar og markmið, síðan koma sér truflandi þættir eða röskun á daglegu lífi sem eru 27-32, síðan koma aðferðir eins og opna túlkandi samræður og svona áhugakennandi viðtalstækni við samtalstæknina og lengd viðtalsins 30-45 mínútur. Nú uppbyggingin sjáu hvað raskar mest daglegu lífi og einn lykil, gornókslykla svefn og þar sem sagt hvað eru erfiðleikar svefn og svo framvegis.
já eða nei, já, þá segjum betur frá því og síðan metum við hvað þetta truflaði mikið og þetta er Likert skali 1,5 atriði í rauninni. Þannig að já, og síðan þarna áfram og síðan er það mikilvægt að vinna með ef þú ert með truflaðan svefn, hvað er þá mikilvægt að vinna með þessa svefnröskun. Nú, niðurstöðuna svo, framhald eftir uppbygginguna, það er allar rannsóknir sýna að þetta laðar fram sýn notandans á heilsufar og aðstæður og eykur innsýn sömuleiðis, bæði þá sérstaklega á heilbrigðisstarfsfólki, en í mjög áhugaverð rannsókn meðal aldraðra, þá var þetta viðtali jók innsýn aldraðra í sitt eigið heilsufar, fólk áttaði sig betur á, eins og það sagði. Gagnleg samtalstækni og tengsl raungerð hefur verið í rannsókn, ekki allara, sést, því það var ekki allar sem við vorum með að horfa á samtalstæknina, en síðan getur matstakinn nýst til að bregðast við væntingum og þörfum, sem sást mjög vel í einni rannsókninni og ekki einsljóst í hinum. Það er mismunandi nýting í teymisvinnu og það var samansett mjög vel góð nýting í einni rannsókninni og minni í hinum. Síðan kom fram óhentugt umhverfi og aðstæður hindra notkunina. Það sjálfsögðu þegar fólk það er bara ekki góð viðtalsaðstaða og svo framvegis. Og síðan kom ljós að það törf fyrir fræðslu þegar fólk bara ekki búið, já, það þarf að endurtaka það, grundvallaratriði þó að það sé ekki flókið. En við erum komin á öld, rafrænna tækni og tæknilausnar, þannig að Hermes fylgir okkur þangað og þannig að við séum bara kannski heim í stofu með notandanum næstu því, förum út á tölvunni bara. En þarna eru náttúrulega eins og notendamiðaðar sjúkraskrár í mikilli þróun og það er eins og Heilsuvera núna sem er náttúrulega eftir að þróast meira. En það sem að notandinn getur skráð sitt heilsuvart og gagnvirk samskipti og séð sína heilsufarsupplýsingar og það varpar síðan yfir í rafræna sjúkraskrá. Nú, og það var nú bara, já, hvað ég segja, ég fekk mikla viðurkenningu á því að Hermes var viðurkennt sem og vild fólk, það var landlæknisembættið óskaði eftir því að Hermes yrði innleitt í sögukerfið og heilsuveru. Og það voru ákveðin, það passaði í ákveðin flokkunarkerfi og það tikkaði allavega mörg box til þess að þeir vildu innleiða þetta. Þannig að það var mjög áhugavert og spennandi og síðan náttúrulega bara mjög spennandi að Sjúkrahúsið á Akureyri eða endurhæfingardeildin, það er endurhæfingin, hún er að taka þátt í þessu að prófa og þetta búið, ég held að sé búið að vera 1,5 ár núna sem að þessi innleiðing hefur átt í stað, að þetta er raunverulega áhrif. Þannig að það er þannig að mati er sent notendum fyrir innlögn í heilsuveru, þar sem þeir geta svarað. Og síðan er hugmyndin að hjúkrunarfræðingar byggi síðan grunni viðtalsitt við notendur þegar þeir koma á þessu mati og að mati sé unnið allt meðferðartímabil á deildinni. Og það er margt sem hefur gengið vel, en hérna kannski við hvort þið sjáu þetta nú vel, en ég vona samt ég myndi ná að stekka þetta. En sýnin er svona, hérna er hvað er að trufla daglegu lífi, síðan komið heilsufarsbætur sem er að trufla daglegu lífi, hérna kemur næring, hún er að trufla þennan svona lítið, en það er svona, hvað er mikilvægt fyrir það að vinna við þennan vanda, það er 6 af 1-10. Og nú síðan sjáum við hérna langvinn heilsufarsvandamál og hérna þetta sykursýki, en viðkomandi hann greinilega þetta truflar hann svolítið, en hann tekst á við það sjálfur. Hann er ekkert mikilvægt að vinna með það. Síðan koma verkir og það er við komandi með talsverðarmerki og hann lýsir hérna hvernig það er að trufla hann og þarna getur hjúkrunarfræðingur haldið áfram í samtalinu að bæta við inn í sögunni. Og hvað það er mikilvægt að vinna með vandan á 8 á skalanum 1-10 sem er nú mjög algengt að það sé. Kostir innleiðingarnar og það er náttúrulega svona athuganir minns það er hjúkrunarfræðingur Eygló Brynja Björnsdóttir sem hefur mjög stýrt þessari innleiðingu og helstu áskoranir, hvað eru kostir þessari innleiðingar? Jú, helstu áskoranir eða vandamál eða
liggja fyrir áður en kemur til innlagnar eða það sem að þættir sem að einstaklingur til að vera vandamál og trufla líf hans og eins þá væntingar hans hvað hérna er mikilvægt að vinna með það. Það sem hefur verið mjög ánægilegt er að svörun er orðin 70% og það var það ekki í byrjun en þegar við bættum við því að mat þitt yrði byggt hérna viðtal þitt við hjúkrunarfræðingi þegar kemur verður byggt á mat þínu þá jókst svörunin alltaf 20%. Þannig að það var mjög athyglisvert. En við erum með, já, þannig að þetta er tala, þetta er svona innan gæsalappa pínur rannsóknir, þetta er allavega sem Eygló hefur tekið saman. Nú þetta getur náttúrulega þegar allt liggur svona fyrir, vissulega getur stuðlað skilvirkara mati og heilbrigðisþjónustu sem er gæði en það er mjög jákvæð viðhorf hjúkrunarfræðinganna til þessar rafræna umhverfis og einnig þetta getur nýtst til endurmats þannig að þegar þú getur beðið notandana að svara aftur þegar hann útskrifast og síðan við útskrift eða frá útskrift þannig að það er ýmsir möguleikar. Það er eins og ég segi samt varlega ákvarð getur stuðlað að. Það er vissulega hindranir þegar við erum að prófa ný matstæki en við viljum nú meina að þetta hérna sýnin á Hermes fyrir notandanum síðan tiltölulega góð. Við viljum leyfa okkur að áætla það fyrst svörun er þó þetta mikil en við erum eftir að skoða það betur. En það sem er með heilsti gallinn er að sýnin á Hermes aftur fyrir aðrar fagstéttir í sögukerfinu er ekki nógu skýr. Já, og hérna og hún er á öðrum stað þannig að þannig að það er ekki sýnilegt öðrum að fagalum. Einnig þarf að yfirfæra upplýsingar frá Hermes yfir í aðra sjúkraskrá þannig að þetta er svona það sem við þurfum að vinna með. Það er unnið með Landlæknisembættinu og heilis að lausnum og það getur verið að þar sé einmitt lausn sem heitir meðvera það sem á að vera betri sýn einmitt svona notanda með upplýsingar sem við beindum vonir með. Nú það er unnið samlega þarþróun og miklu möguleikar starfsþróun á Kristnes og miklu möguleikar við frekari þróun og það er náttúrulega áframhaldandi rannsóknir. Við þurfum að skoða ígrundandi viðtöl við notendur hvernig þeim gengur hvernig hérna mat þeirra á að svara þessu og kosti og galla og svo framvegis og hérna prófræðilega eiginleika og síðan getum við haldið áfram starfandi rannsóknir í hlutunum rannsóknir og vettvangsrannsóknir þannig að okkur vantar við ætlum að sækja styrkja sjálfsög. Þannig að bara takk hérlega fyrir og hérna takk fyrir hlustuna. Þá er komið að síðasta liðnum og mjög ánægilegum þegar að starfsfólk verður heiðrað fyrir velunni störf. Ég vil bjóða rektor hérna á svið. Já, takk kærlega fyrir það og hárrétt að þetta eru bæði tímamót og ánægilegt að heiðra fólk þegar að kemur að því að það fari yfir á verðlaunaskeiðið. Það er að segja, ég lít þannig á það að þegar við fáum að fara á þriðja æviskeiðið þá er það verðlaunin fyrir allt sem við erum búin að gera áður. Þetta er samt líka dálítið skrítin stund því að við erum enn í þeim skrítna fasa að ég sem er rektor verð að segja fólki upp eða segir ekki sjálft upp fyrir 70. Og það er svona, þú verður að fara. Og mér verður alltaf að hugsa til Villa í Brekku sem að gaf út síðustu bókina sína árið sem að varð 100 ára og svo bara dó. Þannig að þið eigið ennþá sem að eruð að verða 70-30 ár eftir af starfsferlunum hið minnsta. Þannig að þetta er svona, samfélagið okkar hefur ekki alltaf náð að aðlegast tímanum, en ég hef svona almennt séð þá skoðun að háskólafólk hættir aldrei að vinna. Það bara vinnur alltaf skemmtilegri verkefni. Og það vill svo til að þessu sinni erum við með 3 kanónur sem að allar hafa lagt sitt að mörkum við að byggja upp þessa stofnun og við getum verið með myndina sem ég sýndi ykkur hér áðan að þessum mismöndi skeiðum og þau hafa öll átt sinn þátt í að byggja upp þessi skeið. Og ef ég myndi lesa upp afrekalista þeirra hér í dag, þá fengið ekkert kaffi og engar veitingar því að það var einfallega orðið of heitt og úr sér gengið þegar ég var í búinn. Þannig að orð mín verða fá en þau verða mikilvæg og þung þegar að ég segi þau hér. Og svona smá persónuleg í því sem að ég hef tengst í gegnum starfsæfina hér. Því öll voru að störfum hér þegar ég byrjaði fyrst í kringu síðustu aldamót.
Fyrst vil ég nefna Hjörleif Einarsson sem var ráðinn lektor í lífefna og örverufræði við sjávarútvegsdeild þann 3. maí 1990. Hann starfaði bæði hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðar eins og það hét þá og síðan hjá okkur, en kemur alfarið yfir til okkar þarna aldamótin og hefur tekið þátt í uppbyggingu líftækninnar. Og það svolítið merkilegt með líftæknina að það svo skýrt dæmi áhrif vísindana á okkur, en það tekur svo langan tíma að við kveikjum ekki alltaf á perunni fyrir að það hefur gerst. Það hugmyndir sem að hafa verið í umræðinu líftækni frá því að ég byrjaði að starfa við sjávarútvegsdeildina hafa allar snúið að það eitthvað stórkostlegt framundan. Svo allt í einu verður til fyrirtæki eins og Kerecis sem byggir allt sitt á líftækni og verkferlum í tengslum við að vinna með lífræn efni. Fyrir 2 tonn af ári af hráefni Kerecis að flytja út verðmæti sem ígildi 20% af öllum þorskafla landsins. Að reyna að setja þetta í eitthvað samhengi, og þetta var verið að ræða þegar ég kem til starfa hérna síðustu aldamót, og nú þetta orðið að veruleika. Og eitt af því sem Hjörleifur hefur gert svo vel í sínu starfi í gegnum árin að stöðugt að ýta undir að það séu stofnuð nýsköpunarfyrirtæki sem hefur verið að vinna með til að reyna að vinna einhvern verðmætt lífefni úr þessu. Í 99% tilfella gengur það ekki. En í 100% tilfella höfum við meiri þekkingu og getum reynt aftur. Hjörleifur hefur í sínu starfi bæði sinnt háskólanum vel, einstaka nefndum, starfa fyrir nefndir, setið í stjórnum og verið meðal annars í háskólaráði. Hann sá sér því miður ekki fært að vera með okkur hér í dag, en við þökkum honum kærlega fyrir hans störf og hans uppbyggingarstarf og bara klöppum fyrir honum. Þá fer ég yfir í næsta kandidat, það brauðskrá, yfir í næsta kandidat. Bragi Guðmundsson, hann hefur starfað sem prófessor, starfað við kennarinn í 29 ár og í dag prófessor frá árinu 2008. Hann var fyrst brautarstjóri grunnskólabrautar 2001 til 2006 hér talið fram. Hann hefur starfað í mörgum fastanefndum, hann hefur starfað í nefndum sem eru, við skulum segja erfiðar, eins og rannsóknarmiðstöðisnefnd og gert það með bravör. Því það þarf að taka mjög stórar og miklar ákvarðanir. Veliðin sem kennar á starfsfélagi, en meiri fulltrúa umbreytingar eiginlega ekki hægt að hugsa sér. Er það ekki rétt? Muna hjá mér, þú ert fæddur í Torfhóla. Torfhúsi, afsakið. Hann fæddur í Torfhúsi. Hér höfum við einstakling sem búin að sjá heldur betur tímana tvenna og hefur nýtt það til þess að byggja upp nám hér við skólana á háskólastigi, byrjaði í menntaskólanum en kemur hingað 1995 stendur hann hér, en það var fyrst frá 1994 í hlutastarf og sagður hér faðir grenndarkennslunar. Það að segja að taka okkar nánast á umhverfi og færa það til nemendana og sem við erum með hér í menntafræðunum okkar í kennaradeildinni. Og svo hefur hann skrifað sögu Háskólans á Akureyri, 25 ára sögu skólans og 30 ára sögu kennaradeildar. Legðu nú vel að minni Bragi þetta sem ég sagði að menn skrifa alveg til 100 ára aldurs og það eru ekki nema, hvað þetta mörg ár? Ekki 50 ára afmæli Háskólans á Akureyri eftir 13 ár? 12 ár? 13 ár. Það er ekki að fara að byrja að skrifa hana núna, ef það á að klára hana. Hafðu þetta bara í huga, orðaðu það ekki. En Bragi, við þakkum þig kærlega fyrir en þú kemur upp hér eftir, ég ætla að lesa ykkur öll fyrst og við klappum kærlega fyrir Braga. Og síðast en ekki síst, að þá komið að því að Sigríður Halldórsdóttir ætli sér að eiga stórafmæli á árinu. Ótrúlegt en satt, því að hún lítur nákvæmlega út eins og þegar ég kom hérna fyrst. Og þessar breytingar sem að fólk verður fyrir augljóslega búið að vinna bug á í hjúkrunarfræðinni. Þannig að ég mæli með að þið reynið að markaðssetja það. Hið eilífa útlit eitthvað sem heimurinn leita eftir. En listin af því að gera eitthvað fyrst
er býsna langur fyrir Sigríði Stefánsdóttur. En, sagði ég Stefánsdóttur, Halldórsdóttur, fyrirgeðu. En fyrsta konan sem er skipuð prófessor við Háskólann á Akureyri er svolítið svona lýsing á öllu því sem gerist í kringum Sigríði. Hún tekur þátt í skipan doktorsnámsráðsins, hún tekur þátt í vísindaráðinu. Það er alltaf eitthvað nýtt að fara að gerast. Þegar eitthvað nýtt er að koma fram, þá hefur Sigríður Halldórsdóttir sett fingurinn sína á það og ýtir okkur áfram. Og það er þessi kraftur að sjá til þess að við séum stöðugt á tánum, komast á næsta stig sem að ýtir háskólum áfram. Þannig að þegar við erum að tala að vera frumkvöðull, erum að tala nýsköpun, erum að tala heilbrigðisvísindi og ekki gleyma því að það að taka þátt í uppbyggingu hjúkrunarfræðideildar og hjúkrunarfræðináms, já, síðan hvenær? Síðan 95, 91, síðan 91 þegar stráðan forstöðumar. Er ekkert smá afrek í heimi sem gerði ráð fyrir því að það væri ekki hægt að vera með hjúkrunarfræði hér á svæðinu. Þannig að spor þín hér við Háskólann á Akureyri og í heilbrigðisvísindum og hjúkrunarfræði sérstaklega eru býsna mörg. En þú ert ung og ég minni á það eins og með bragð. Það er margt ógert enn. Þannig ég veit að þið munu bæði tvö halda áfram að marka spor í ykkar faggreinar og vorandi hafa áhrif á þróun háskólans inn okkar næsta skeið. Og það er svolítið áhugavert í báðum þessum erindum sem við sáum hérna áðan að það var svo augljóst hvernig hinn stafræna tækni er að fara að hafa áhrif annars vegar á skólakerfið, því að nú erum við komið tungumál í 100-tali, en við erum líka að vera komið þýðingavélar og það er hægt að fara að væga samtölin í gegnum vélarnar. Og svo erum við komið með sjálfsgreininguna, við erum komið með sjálfsmatið, viðkomandi er þáttakandi í eigin meðferð og ímyndið ykkur hvað gervigreining ekki gert ef hún fær 100.000 svör frá þáttakendum í svona rannsókn. Og eitt af því erfiðasta í þessu öllu saman, lögfræðingar, er að opna gögnin án þess að brjóta á persónuverndarrétti fólks. Verkefni okkar sem háskóla eru gríðarlega stór og þess vegna segi ég til ykkar sem við erum að fagna hér, þó þeir séu komin á, nú verið að stríða ykkur aðeins, 8-aldurinn, fljótlega, næsta ári, að þá er það bara ungt af árum þegar að tala um fræðimennsku og ég ætlast til þess að við höldum áfram að vinna saman að nýjum fræðum. En ef við ekki fá þau hér á svið og veita þeim viðurkenningu. Það er nú bara. Það er eins og hefðmyndir, það er hljómyndur og svo að sjálfsögðu fullnægilega góða. Gjörðu svo vel. Góða, þetta verður ekki að fá koss, nema þú viljir að sjá. Það veit aldrei. Það er það. Er það ekki. Og við þakkum kærlega fyrir í dag, Guðmundur, þú slítur. Jú, herru, kæru fundargestir, þá er formlegri fundardagskrá sem sagt lokið og ég þakka ykkur kærlega bara fyrir samveruna. Hér í miðborg býð okkur frammi sem sagt veitingar og ég segi hér með ársfundi Háskólans á Akureyri lokið. Takk fyrir.